Reglurnar í frisbeegolfi eru tiltölulega einfaldar. Maður byrjar að kasta af teig eða teigsvæði og endar á því að diskurinn situr í körfu. Þetta gerir maður yfirleitt í 2, 3 eða 4 eða fleiri kostum. Í grunninn maður kastar af teignum og þar sem að diskurinn lendir, þar tekur maður næsta kast. Og ef maður vill fara algjörlega eftir reglunum þá er maður með svona lítinn míní með sér, merkir hérna fyrir framan diskinn, tekur hann upp og kastar honum eða einhverjum öðrum disk aftur og hefur löppina fyrir aftan merkið. Og við getum ímyndað okkur að sé svona A4 blað og þar verður fóturinn að vera eða einhver punktur líkamans. Þegar við erum að spila frisbeegolfa þá er mikilvægt að hafa öryggið í fyrirrúmi. Við köstum ekki þegar einhver er á brautinni fyrir framan eða hætta af disknum. Tökum tillit til annarra umferðar, hjólandi eða gangandi og bíðum þangað til að svæðið fyrir framan er algjörlega mannlaust og öruggt að kasta. Tillit sem er mjög mikilvæg, sérstaklega gagnvart meðspilurunum. Það er alltaf sá eða sú sem er lengst frá körfunni sem að kasta næst. Og á meðan bíða hinir spilararnir og leyfa viðkomandi að klára kastið í friði. Síðan er það hver spilara að muna hvað hann er búinn að taka mörg köst. Og það er mikilvægt og sanngjarnt gagnvart þeim sem er að keppa við að telja köstin rétt. Stór hluti af leiknum er að sigrast á hindrunum og oftar en ekki lendum við í erfiðum aðstæðum þegar við erum búin að kasta út í runna eða tré eða bak við eitthvað sem er fyrir kastleiðinni. Þá náttúrulega gildir það að það má ekki færa sig frá hindrunni eða stytta sig leið eða hvað það er. Löppin verður alltaf að vera þar sem að diskurinn lendi. En það eru 2 leiðir til að vinna í frisbeegolfi. Annars vegar er það að fara í sem fæstum kostum og svo eins og maðurinn sagði, sá sem skemmtir sig best, hann vinnur.